Okay, everything is ready. So hello, I'm Anna Mariankowska. I'm the member of the boards of Eplink, and I am very glad to open our next meeting in Gerduberg. Next meeting organized by Eplink Labor Union, and today our guest is Maria-Loa Friðjónsdóttir, and she's a specialist in workplace inspection at RSI. Or ASI, and we'll have some presentation about exploitation of working force in Eplink in Iceland, and this is a topic that is widely discussed right now. We've got a Kveikur document, everybody seen it, so this is a topic that we want to follow more. And Góðan daginn, kæru félagar, gaman að sjá ykkur. Ég heiti semst Maria-Loa og ég verkefnastjóri hjá ASI. Undir verkefninu sem heitir Einn réttur ekkert svindl, en ég kem líka semst vinnustaðaeftirliti og fer svona af og til landið. Ég vil alltaf halda tengslunum mínum við grasrótina. En það sem ég ætla að fjalla í dag svona, við settum þetta upp sem velsæld á grunni þrælahalds og kemur fram í skjóli umræðunar brotastarfsemi á vinnumarkaði. Og þó að erindið sé kannski ekki voðalega gleðilegt, þá það kemur til af því að við erum að reyna að vekja athygli á þessari brotastarfsemi. Við erum að koma á stað svona vitundarvakningu og við þurfum að virkja í rauninni alla. Samfélagið allt þarf að vakna. Þetta staðreynd á Íslandi. En við skulum bara byrja. Ég ákvað að skipta fyrirlestrunum mínu niður í þessa 5 kafla, svona aðeins til þess að ná að skipta þessu. Og við byrjum á að greina hérna aðeins vandann. Í okkar huga það stækkandi hópur sem berskjaldaður gagnvart brotum atvinnurekenda á réttindum og stéttarfélögin þurfa í auknum mæli að glíma við brotastarfsemi af ólíkum toga. Þetta það sem við köllum kerfisbundinn launaþjófnaður. Þetta orð sem við kjósum að nota í dag. Þetta launaþjófnaður. Við erum að takast á við vinnumansal, það kennitöluflakk, það undirboð á vinnumarkaði á margs konar tagi og svört atvinnustarfsemi. En slík brotastarfsemi grefur undan heilbrigðum vinnumarkaði og grunnstöðum samfélagsins. Hún felur í sér kúgun sem leiðir til fátæktrar og aukinnar misskiptingar. Og þessi vandi viðvarandi. Þeir atvinnuvegir sem við höfum helst verið að kíkja á og beinum spjótum að eru ferðaþjónustan. Það eru mjög mörg brot. Þetta eru gistihúsin, það eru veitingahúsin, hótelin. Það mjög mikið innan affræðingafyrirtækjanna í ferðageiranum. Þarna koma ferðaþjónustubændur inn í byggingariðnaðinn og mannvirkjagerð. Það oft alvarleg brotastarfsemi þar á ferðinni, en aðrar greinar ekki óhuldar. Við höfum kannski bara ekki verið að fókusa alveg eins mikið á þær. Við erum fáliðuð, en betur má duga skal. Við vitum fullt af brotum inn í til dæmis fiskvinnslufyrirtækjum, bílaiðnaðurinn, það eru dekkjaviðgerðir, bílaþvottastöðvar, fleira. Ég hef dæmi sjómenn, þó að sem yfirleitt kannski í nokkuð góðu standi þar, þá veit ég dæmi að þeir eru að vinna alltaf 16 tíma vaktir. Ástæðan að það var einhver tíma fyrir löngu gerðu við á einhverju bráðabirgðasamningur að til skamms tíma yrði unnið svona, síðan hélt þetta bara áfram. Og ef þeir að minnast á að þeir séu sjálfir að brjóta eigin lög, þá þeim bara hótað brottrekstri. En hvaðan eru þessi erlendir starfsmenn að koma? Þeir eru flestir að koma frá fátækari ríkjum Austur-Evrópu og Asíu, þar sem að starfskjör, starfsréttindi og aðbúnaður miklu lakari heldur en á Íslandi. Vinnumarkaðurinn illa skipulagður og stéttarfélög eru veik.
Kjarasamningar eru óþekktir eða mjög ófullkomnir og eins og þið sjáið hérna þá þetta dæmi lágmarkslaun í þessum löndum og eins og við höfum verið að reka okkur á núna þá eru Rúmenar í auknum mæli að koma til landsins á vegum starfsmannaleiga meðal annars og þeir eru að fá 50.000 krónur í lágmarkslaun. Þannig að eðlilega mjög freistandi fyrir þessar þjóðir að koma til landsins þar sem verið að bjóða miklu hærri laun og miklu hærri laun í þessu tilfelli eru kannski 150.000 kall. En þau eru samt að fá þreföld laun en við vitum betur. Þetta náttúrulega ekki í lagi. Hjá hverjum starfa þessir útlendingar? Þeir eru í erlendum þjónustu- og verktakafyrirtækjum. Þarna eru til dæmis erlendir ferðaskipuleggjendur, það eru rútufyrirtæki. Þeir koma í gegnum starfsmannaleigur, bæði íslenskar og erlendar. En svo þetta bara að gerast hjá hefðbundnum íslenskum fyrirtækjum. Og í hverju felst brotastarfsemin? Ég fleyg hérna aðeins upp á skjáinn, svona það sem við erum helst að díla við alla daga. En fólk án ráðningarsamninga, það án skilgreindra launa eða launalaust. Laun eru langt undir lágmarkskjörum eins og ég nefndi áðan og oft verið að greiða jafnaðarkaup. Launaseðlar eru ekki gefnir út, starfsfólk veit ekkert í rauninni hvað það að fá, hvað það að draga af þeim eða annað slíkt. Það fær bara einhverja tölu inn á bankareikninginn. Starfsmenn eru oft ótryggðir, sérstaklega á þetta við náttúrulega í sjálfboðaliðastörfum og svartri vinnu. Það verið að vinna prufuvaktir. Það inn í til dæmis, þá verið að meina að krakkar, þetta eru oft krakkar, unglingar sem að byrja. Þau eru beðin að koma og vinna í 1-2 daga til að sjá hvernig þau virka og hvort að þeim líki við. Síðan verður ekkert meir úr þessu og þau fá ekkert greitt fyrir þessar stundir sem þau hafa verið að vinna. Það er óhóflegur vinnutími og hann er oft óskilgreindur. Vakt- og yfirvinnarlaun ekki greidd og orlof, það hending ef orlofið greitt út. Þau eru að vinna það sem við kallum bara 24/7, alla daga, alla vikuna, vegna þess að þau komast ekki frá. Þetta mjög algengt á gististöðum út á landi. Gististaðirnir oft langt frá annarri byggð, þau eru ekki með bílpróf, þau eru ekki með bíl, þannig að þau eru á staðnum allan daginn og komast ekkert frá. Laun í veikinda- og slysatilfellum ekki greidd, gerviverktaka til að fóðra brotastarfsemina. Aðbúnaður á vinnustaðnum óásættanlegur, þá eigum við bæði við vinnuaðstæður og húsnæði. Þau eru látin skrifa undir ráðningarsamninga að þau telja, en við höfum dæmi fyrir það að þarna var viðkomandi að skrifa undir að vera stjórnarformaður í fyrirtækinu og hann bar þar af leiðandi alla ábyrgð á öllum skuldbindingum fyrirtækisins. Starfsmenn greiða okurleigu fyrir húsnæði og þetta mikið vandamál. Þetta mjög algengt í öllum þeim sem ráðnir gegnum starfsmannaleigur. Þetta mjög algengt í ferðaþjónustunni. Við höfum dæmi starfsmenn sem að þau eru sett saman mörg í herbergi ef bókunarstaðan mjög há inn á hóteli eða inn á gistiheimili. Þá eru öll herbergin seld út, það eitt herbergi kannski haldið eftir og þarna starfsfólkinu hrúgað inn. Þau eru kannski 4, 5, 6 í einu herbergi, kallar og konur saman. Já, þau eru háð vinnuveitanda með fæði húsnæði. Þetta mjög algengt og það sem við erum að reka okkur oftar á að ef að fólk leitar til stéttarfélaga eða leitar réttar síns, þá þeim bara hótað brottrekstri. Ef að þið ætla að vera með einhvern kjaft, þá nóg af starfsfólki. Þið skulu þá bara fara og þar af leiðandi þorir fólk ekki að leita aðstoðar vegna þess að það veit að það lendir á götunni. Og húsnæði óboðlegt. Eitt dæmi núna í vikunni, þetta stórt ferðaþjónustufyrirtæki, það með mjög mikið af starfsmönnum, það stúkkar af
svona einhvers konar bása í skemmu og beddum er bara raðað svona meðfram í skemminu, í miðjunni er eldhúsaðstaða og sturtur. Og ég kem betur að þessu dæmi á eftir. Við höfum líka dæmi það fólk, aðalega krakkar í hestalegum, þau látin gista í hesthúsum. Starfsmenn greiða fyrir atvinnu og dvalarleyfi af því að fólki sem skipulega frá öllu. Og fyrir utan það að fólk er oft ekki talandi á ensku og það er að segja síður íslensku. Þetta dæmi stimpilklukka og tímaskrift fölsuð, þar sem ég á við með því er að við vorum með ferðaþjónustufyrirtæki sem að við höfum grunum að væri ekki allt í lagi. Við förum hins vegar og fáum ljósitt af launaseðlum, tímaskrift og útborgunum. Þetta stemmir, þetta lítur mjög vel út. Þannig er stéttarfélagið gat ekkert gert. Nema við héldum svona áfram að skanna og að því að grunsemdirnar okkar því miður reyndust svo réttar. Á þessum stað kemur upp mansal. Og þegar við förum að leita að hvernig standa því að allt sé svona eðlilegt, þá segir mansalsþolandinn okkur frá hvernig þetta er gert. Og ég vona að engin atvinnurekandi ætli að hafa þetta eftir þegar ég segi frá þessu. Þetta er þannig, starfsmennir eru látnir stimpla sig inn á morgnana, þau eru síðan látin vinna 8 dagvinnustundirnar eins og eðlilegt þykir. Þegar þeim er lokið, þá voru þau beðin að stimpla sig út. Ef þau gerðu þetta ekki, þá gerði atvinnurekandi það. Þetta starfsfólk hélt svo bara áfram að vinna, langt fram eftir kvöldi, við að þvotta, þrífa og ganga frá fyrir daginn eftir. Þeim var bara sagt að þau hefðu átt að klára vinnuna á dagvinnutímanum. Það var þeirra vandamál ef þau gætu það ekki, þess vegna fengið þau ekkert borgað. Þannig að það er nú svona ýmislegt sem við höfum lent í að skoða.
auðvitað ekki greiddir skattar eða gjöld af mjög mikið af þessu fólki og það eins og ég sagði áðan, það alið að ótta starfsmanna. Þeim hreinlega hótað ef þau leita eftir rétti sínum þá sé nóg af fólki og þau verði bara rekin. Og þetta því miður að koma oftar upp þrælahald og mansal. Og það sem ég ætla að segja ykkur frá núna aðeins bara að því ég var svo hneyksluð á þessu dæmi. Það kom upp núna í vikunni. Þetta eiginlega samt 2 dæmi. Annað var að ráðningarstjóri hjá stóru eða þekktu veitingahúsi réð til sín nýjan starfsmann. Starfsmaðurinn kemur mjög vel fyrir og flottur og allir ánægðir með hann. Síðan slysast eigandinn inn á staðinn 3 dögum seinna og rekur þennan viðkomandi mann á staðnum. Ástæðan, hann svartur. Hann rekur svartan starfsmann af því hann vill ekki hafa svarta starfsmenn í sinni þjónustu. Hitt dæmi var það að það líka hótel og þetta orðrómur sem ég þarf að kanna og fá sönnur á en þetta samt eftir nokkuð áreiðanlegum heimildum. Hóteleigandi hafði kannski ekki gefið beint grænt ljós en svona gefið það í skyn að hann myndi ekkert gera þó starfsmenn myndu nýta sér það að selja sig til þess að auka tekjurnar. Ástæðan. Þannig að ég veit ekki alveg á hvaða leið við erum, satt að segja. En ólaunuð sjálfboðavinna og starfsnám eða starfsþjálfun líka hluti sem við höfum verið þurft að taka svolítið á. En sjálfboðaliða störf eru ólögleg ef þau eru unnin í efnahagslegri starfsemi. Við gerðum svolítið mikið því að vinna á þessu og þá fóru viðkomandi að hætta að vera með sjálfboðaliða en sögðu okkur að þeir væru með þess aðili starfsþjálfun. Það engin lög til eða reglur starfsnám á háskólastigi og yfirleitt þessir aðilar, þeir ekki með neina pappíra upp á þeir megi taka starfsnáma. Þannig rauninni við segjum bara að þetta bara dulin sjálfboðaliða störf. Við skiljum reyndar mjög vel, menn Ísland rosalega vinsælt núna. Íslenski hesturinn dásamlegur og unga fólki það sækir alveg að koma hingað. Ég skil þau svo rosalega vel. Þau halda þessu að koma hérna sem sjálfboðaliðar. Í því felst að vinna kannski 4 tíma á dag fyrir fæði húsnæði og fá að njóta dásemdar Íslands. En það rennur oft á það grímur þegar að vinnutíminn orðin kannski meir en 12 tímar. Gistaðastanir hesthúsi og þú fær að borða kannski eftir 10-12 tíma af því að þú sendir í hestaferð. Þessi krakkar látin sjá voðalega mikið það að þegar útlendingarnir að kaupa þessa hestaferðir að þá bera þau ábyrgð á því og þarna alvarlegur hlutur vegna þess að bæði leiðsögumaðurinn og við vitum ekki, í einhverjum tilfellum kannski líka kaupendurnir allir ótryggðir. Við vitum ekki alveg hvað getur gerst ef það kemur slys. Þannig við höfum dálítið miklar áhyggjur af þessu. En eins og ég segi, þetta svolítið stórt. Síðast þegar ég skoðaði þetta núna, ég held að það verið í ágúst, það mjög margar síður að auglýsa eftir sjálfboðaliðum og þar sem ég skannaði í fljótindi voru milli 300 og 400 aðilar og óska eftir sjálfboðaliðum. Þetta mjög stórt. Það sem mér finnst alvarlegast í þessu að þetta náttúrulega skekkir alla samkeppnisaðstöðu. Þetta veitir þessum fyrirtækjum algjört forskot vegna þess að þarna kannski 0 launakostnaður. Menna önnur heilbrigð fyrirtæki að borga fullt til samfélagsins. Þarna segir bara af hverju ættu heilbrigð fyrirtæki, bæjar og sveitarfélög að samþykkja þetta. Mér finnst alveg ótrúlega mikil meðvirkni í samfélaginu. Oft finnst mér rauninni það sé ekki bara annað auga loka heldur séu bæði augun lokuð. Og ég hef áhyggjur af þessu. Þess vegna vil ég leggja áherslu á það
að reyna að vinna með bæjar og sveitarfélögum að opna þessu umræðu og við tökumst á við þetta saman. En út af þessu, þarna eru bæjar og sveitarfélög náttúrulega að tapa af tekjum, útsvarstekjum og ekki síður skatturinn, okkar ríkiskassi. Og ég vil meina að þarna séu milljónir eða milljarðar að leka út í ekki neitt, eða bara til þeirra sem að svindla. Ég kalla eftir vitundavakningum, við erum að hætta þessari meðvirkni, því að þetta grefur undan heilbrigðiskerfinu okkar, velferðar- og menntakerfinu. Þetta grefur undir allri samkeppnisstöðu heilbrigðra fyrirtækja og þetta grefur undan áralangri baráttu fyrir bættum kjörum á vinnumarkaði. Og þetta er ekkert annað en launað þjófnaður. Það á að taka honum eins og öllum öðrum þjófnaði, með sekt, lokunum. Ég var nú að grínast með þetta við formann í stéttarfélagi og hann sagði, þegar þú fer á stað þá skaltu bara fara fram á dauðarefsingu vegna þess að þá færði kannski einhverja sektarákvæði í gegn. Hann er heldur góður þessi. En eins og segi, það tapa allir undirbúum og svartri atvinnustarfsemi á vinnumarkaði nema svindlararnir. En svona, ég ætlaði kannski að segja sannar sögur af vettvangi, Efling ætlaði að taka það af sér, ég veit ekki alveg, en það verður eitthvað eftir. En eftirlitsfulltrúar ASÍ, aðildarfélagana og stéttarfélagana eru oftast nær þeir sem koma fyrst að svona málum brotastarfsemi. Eftirlitsfulltrúarnir, þeir fara allt og ég er svo heppin að hafa hérna einn traustan eftirlitsmann hjá okkur í dag, hann Tryggvi. Og við erum þau sem rekum niður fyrst inn í ef það er eitthvað skrítið í gangi. Af því að ég held að þróist með okkur pínlítið svona rannsóknarlögga. Er þetta ekki sammálað mér, Tryggvi? Þannig að við erum líka oftast fyrsti snertiflutunum við þetta fólk sem er verið að brjóta á og ef við náum að sannfæra það að við sem ekki asísk eða austur-evrópsk mafía, að þá er möguleiki á að þeir leiti til okkar seinna, þó það sé verið að hóta þeim. En eins og segi, mansal á Íslandi er því miður staðreynd. Við höfum orðið fullt af dæmum það. Og þarna eru náttúrulega alvarlegustu brotin framin. Nútíma mansal eða nútíma þrælahald, þetta er í rauninni nútíma þrælahald, en eins og ég fór á ráðstefnu í fyrra sem var hérna haldin á Íslandi, fyrsta ráðstefnan mansal sem ég veit til að hafa verið haldin á vegum Starfsgreinasambandsins. Þar kemur fram að við höfum kannski ekkert vitað að hverju við ættum að leita. Þess vegna sáum við þetta ekki fyrr. En birtingarmyndir mansals eru meðal annars, það er vændi og því miður er þetta svolítið fast ennþá í fólki að mansal er vændi. Þetta er meira sér svolítið fast ennþá inn í hjá lögreglunni. En við þurfum að breyta þessu. Þetta tengist betli. Ég hef aðeins verið að sjá harmoníkuleikara vera að betla fyrir utan búðir á Íslandi. Og ég held að þetta sé aukast. Við þurfum að muna það í öllum tilfellum eru þetta kannski þolendur, þeir eru seldir til þess að betla eða stundavændi eða öll þessi brotastarfsemi sem hérna kemur fram. En það er einhver annar sem tekur peninginn. Það er ekki fólki sem er að vinna fyrir það. Þetta er þrælavinnan og vinnumansalið sem við erum mest að takast á við. Þetta eru barnaníð, það er náttúrulega gríðarlega alvarlegt, líffæraflutningar og svo bara almenn glæpastarfsemi. Það sem er helst þarna er hagnýtingin. Það sem ég vil meina með því er að glæpagengi, þau hafa áttað sig á því að þeir fá miklu meira út úr því að selja einhverja mannesku og láta hana vinna fyrir sig mörgum sinnum í staðinn fyrir það að selja eitt skammt af dópi. Það er miklu meira hagnýting í manneskunni. Þess vegna segjum við það. Er þetta samfélag sem við viljum? Er þetta samfélagið sem við viljum? Er þetta vinnumarkaðurinn sem við viljum?
og er það á þessum grunni sem við viljum byggja hagvöxt og velsæld íslensks samfélags til framtíðar. Velsæld á grunni þrælahalds. Við segjum nei. En þetta sem ég talaði um áður, þetta er vitað, en þetta er örugglega bara efsti toppurinn á ísjakanum. Hvernig ætlum við í stéttar- og verkalýðsfélögunum og við öll að horfa til framtíðar með þessa vitneskju í farteskinu? Starfsgreinasambandið og verkefnastjóri ASÍ koma oftast að málum sem þessum, en hvað eru viðeigandi aðgerðir? Við teljum að það sé áræðandi að móta fastar verk- og vinnureglur fyrir eftirlitsfulltrúana í samræmi við þær stjórnsýslustofnanir sem eiga að koma eftirlitinu með okkur. Þegar að mansal kemur upp, þá þurfa í rauninni tveir aðgerðapólar að fara af stað. Annars vegar það sem snýr að atvinnurekendunum og hins vegar það sem snýr að mansalsþolandanum. Lögreglan ætti í öllum tilfellum að tækla atvinnurekandann, en gagnvart þolendunum þurfa að vera alveg skýrar reglur hvernig eftirlitsfulltrúi og stéttarfélag bregst við, til dæmis ásamt félagsþjónustu staðarins. Það þarf að veita viðkomandi húsaskjól, hann þarf að fá mat, hann þarf að fá andlegan stuðning, jafnvel nýja vinnu, hann þarf að fá einhvern smá pening og jafnvel óskar hann eftir að komast heim. Og það eru örugglega eitthvað fleira sem ég er að gleyma. En því miður það er oft illa haldið utan um fórnarlamb vinnumansals hér á landi á meðan að málin til rannsóknar. Við höfum ekki nógu góða þekkingu á þessum málum, í fyrsta lagi að skilgreina mansalsfórnarlömb og í öðru lagi hvernig við eigum að bregðast við. Oft höfum við séð að fólk er að verkjast milli kerfa, félagsþjónustuna. Það er einhvern veginn enginn sem tekur almennilega utan um viðkomandi. Þess vegna þarf að virka aðgerðaáætlunina, sem er ekki ennþá komin í gagnið, það er dómsmálaráðherra sem stýrir því, og það vantar í auknu mæli úrræði fyrir karla. Við höfum jú kvennaathvarfið og fleiri hvað kallum við þetta, skýli eða eitthvað það sem við getum komið konum fyrir, en við höfum í rauninni ekkert fyrir kalla. Og þeir eru í auknum mæli að koma upp sem þolendur svona alvarlegra brota. Þannig að við þurfum að skoða þetta allt. En hvað erum við í stéttarfélögunum að gera og hvað höfum við verið að gera? En í maí 2010 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 42/2010 vinnuskírteini og eftirlit á vinnustöðum og í ágúst sama ár tók gildi samkomulag ASÍ og SA vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum byggt á þessum sömu lögum. Markmiðið með vinnustaðaskírteinunum er að tryggja að atvinnurekendur og starfsmenn þeirra fari að gildandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum og er þannig ætlað að vinna gegn svartri atvinnustarfsemi og undirbúum á vinnumarkaði. Við höfum, eins og ég sagði áðan, einbeitt okkur að ferðageiranum og byggingu og mannvirkjagerð, en áríðandi er að auka aðgengi að fleiri atvinnugreinum og bara helst ættum að fá aðgengi að þeim öllum. Því að ég er einhvern veginn grunum að það liggur alls þar eitthvað staðar. Leiðum að þeirra velta við steinum, þá kom upp alls konar skortir. Við þurfum að virkja samtök atvinnulífsins, við þurfum að virkja samtök ferðaþjónustunnar. Þessir aðilar bera svolítið af sér sakir. Ég skil það vel á mörgu leyti vegna þess að oftast nær eru aðilarnir sem eru í brotastarfseminni, þeir eru ekki í þessum samtökum. En ég spyr á móti, geta þá þessi samtök hvítþvegið sig af því að þetta sé ekki innan þeirra atvinnustarfsemi? Þeir verða að taka á þessu með okkur. Þeir geta ekki alveg hvítþvegið sig. Og þess vegna segi ég að við þurfum að virka þessi samtök og alla þá aðila sem að koma að þessari atvinnustarfsemi þar sem að brotastarfsemi á sér stað. Meðal annars kemur fram í þessum lögum vinnustaðaskírteinin, það eru heimildir að eftirlitsfulltrúar frá stéttarfélögunum fari inn á vinnustaði.
Áherslunar hafa verið mjög skýrar í mínum huga. Við erum fyrst og fremst að fara inn á vinnustaðinn til að fræða og upplýsa bæði atvinnurekandann hans skyldur og svo starfsmennina þeirra réttindi. Það er svona fyrsta upplegg sem ég legg upp með eftirlitsfulltrúanum. Ég sem stýri eftirlitsfulltrúateyminu allt land og við erum að samræma verklags- og vinnureglur og reyna svona að þétta okkar raðir. Þetta starf er gríðarlega erfitt eins og þið getið ímyndað ykkur að fara inn á vinnustaði. Þið vitið í raun ekkert hvernig atvinnurekandinn kemur til með að taka ykkur ef þið að fara í fyrsta skipti. Í annars þriðja skipti þið vitið að það er brotastarfsemi, þá þurfa þær svolítið að gíra sig upp og taka á málum. Þetta geta verið rifrildi, það geta verið hótanir. Eftirlitsfulltrúar, þeim er uppálagt að ef það er eitthvað að koma upp þá bakka þær út og við höfum samband og svo tökum við framhaldsákvarðanir seinna. En semst í þessum lögum er meðal annars ákvæði og heimild til að kalla lögreglu til aðstoðar. Við höfum alveg þurft að gera þetta, oftar en einu sinni, og það er mjög gott að leita til lögreglunnar, hún er afskaplega hjálpleg. Þetta er aðalega gert til þess að bara vernda okkur þegar við erum að fara inn á slæma og erfiða vinnustæði. Það kom upp smá misskilningur núna í persónuverndarlöggjöfinni nýju að atvinnurekendur ætla að nýta sér það að það væri ekki hægt að hleypa okkur inn eða ætti ekki að hleypa okkur inn af því þetta kæmi inn á persónuverndarlög. Það er bara kjaftaði. Það var bara þeir sem við vissum að væri að brjóta sig, þeir voru að nýta sér þetta. En núna í sumar og í ágúst tók í gildi ný lög varða starfsmannaleigur og þar kemur inn loksins heimild ef okkur neitað aðgengi að vinnustöðum eða aðgengi að gögnum, þá getur Vinnumálastofnun beitt sektarákvæði sem er allt að 1 milljón. Þetta var gríðarlega stórt og mikið vopn fyrir okkur að geta beitt þessu í orðum. Og fyrsta málið er að fara gegn núna, sem ég er búin að óska eftir gögnum. Þannig að við erum að vinna ágætlega með Vinnumálastofnun. Ég hef oft rekjað mig á það að það vera að rugla saman vinnustaðaeftirliti og vinnueftirlitinu sem er stjórnsýslustofnunin. Við erum fyrst og fremst að kanna kjarasamninga og því sé framfylgt. Vinnueftirliti fer meira inn á svona vélar, tækni og tól, vinnuaðstæður og fleira. Þannig að bara svona aðeins að minna á þetta. En við höfum elt til muna eftirliti á vinnustöðum og ég var á þingi ASÍ núna síðastliðna 3 daga og þar voru meðal annars samþykkt verkefni fyrir ASÍ næstu 2 árin og það er lögð áhersla á að við munum herða vinnueftirlitið og reyna að koma í veg fyrir brotastarfsemi eins og mögulegt er. Þannig að við horfum nú svona aðeins bjartari augum til framtíðar. En eins og að segja áðan þá er vandinn vaxandi vegna launaþjófnaðar og við þurfum að bregðast við þessu. Já, ég glemdi að tala með ykkur áðan að varðandi húsnæðið. Við höfum verið í dálítið miklum vanda varðandi það því að eftirlitsfulltrúarnir hafa ekki heimildir til að skoða húsnæði starfsmanna. Það eru heilbrigðisnefndir á stöðunum eða heilbrigðiseftirlitið og við erum svona að reyna að kalla eftir meiri samvinnu þar af því að oftast nær fer þetta nú saman, slæm, léleg laun og illa farið með fólk og það er þá eitthvað að húsnæðinu í leiðinni. Þannig að þetta er það sem við erum að reyna að tvinna saman. Það er meiri og aukið samstarf við stjórnsýslustofnanir sem koma að eftirliti. Fyrir áttið húsnæði sem þeir búa í? Já. Ekki vinnustaðahúsnæði? Vinnueftirlitið tekur það líka, jú. Semst aðbúnað á vinnustað. Það er
Já, og húsnæði sem þið búi, það er líka vinnueftirliti, eða heilbrigðisnefndirnar, þeir vinni dótt í samstarf, er þetta ekki rétt hjá mig, Tryggvi? Heilbrigðisnefndirnar á staðnum og heilbrigðiseftirlitið, það er enga bústæðir sem sagt starfsmanna. En gefur þið hvert öðru svona upplýsingar? Þarna er væntanlega- Sko, To open the discussion, because we've got everything recorded and also is streaming, so maybe it will be useful for the people who are listening to us to have a microphone. Hérna ég ætla að athuga hvort að þið gefið það hvort öðru upplýsingar, þið og vinnu eftirlitið og heilbrigðisstofnunum til þess að láta til dæmis heilbrigðisstofnunum eða heilbrigðis eitthvað vita að þarna er mögulega eitthvað að fyrst að allt mögulegt annað var að. já, ég átti einmitt akkurat eftir þennan punkt. Nei, það er bara í góða lagi, flott að fá svona spurningu. En sem sagt, eitt af hlutverkum eftirlitsfulltrúanna þarf að skrá niður sem sagt heimsóknina og skrá niður starfsmennina. Ef við höfum eitthvað grun að sé eitthvað að, ef varðar skattinn, Vinnumálastofnun sem tengist Útlendingastofnun, heilbrigðisnefndirnar og fleira, þá látum við vita og það er okkar skylda. Þannig að við höfum verið í auknum mæli að láta vita af svona okkar grunsemdum og ég hef verið að leggja mikla áherslu það að reyna að fá að fylgja eftir málum af því að mér finnst rosalega erfitt að vera að senda eftirlitsfulltrúana ferð eftir ferð á staðinn og ég veit lítið á milli. Vandinn er ennþá, ég er að vona hann leysist núna í þessari nýju nefnd sem að ráðherra er að setja upp. Ég hef ítrekað fengið það að við megum segja frá öllu en stjórnsýslustofnunum mega ekki láta okkur vita. Á einhverjum grundvelli af því að þau eru stjórnsýslustofnunir. Þá megi ekki leka þaðan út einhverjar upplýsingar sem er enda skrítið þegar við erum að takast á við sömu málin alla dag og jafnvel mál sem koma frá okkur en svo vitum við ekkert meir. En ég myndist þarna á að ráðherra var að skipa í nefnd. Það er að verða mánuði síðan held ég, sem heitir Samstarfshópur til að sporna gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og kom út frá Kveik. Kveikur var í rauninni mikið unnin út frá okkar eftirlitsfólki. Helgi Seljan var í stöðugu sambandi við okkur. Mikið af ábendingunum kom frá okkur sem hann vann svona frábærlega áfram og fólk í samfélaginu var mjög sjokkrað eftir og ég skil það vel. Sjálf þegar ég byrjaði að vinna, ég fór nú ekki að vinna við verkalýðshreyfinguna fyrir í nóvember 2016. Byrjaði þar sjálf í eftirlitið á Vestfjörðunum en fór svo til ASÍ núna í febrúar og þetta kemur mér endalaust óvart hvað maður er að fá inn á borð hjá sér alla daga. En sem betur fer virtist Kveikur vera kveikjan að ákveðinni vitundarvakningu sem er rosalega gott, ég var mjög ánægð með þetta. Og þessi hópur sem á að kalla saman, það er búið að boða okkur á fyrsta fund núna 31. október, ég veit ekki hvort það tekst af því að mér skilst að eitthvað að stjórnsýslustofnunum sé að afboða sig af því að menn séu uppteknir eða erlendis. Ég bara krossa fingur að þessi nefnd komið saman og að verði eitthvað úr þessu samstarfi. Við eigum held ég að skila einhverjum tillögum til okkar, til ráðherra í febrúar. Við hjá ASÍ ákváðum að vinna strax og gerðum nokkrar tillögur, 5 punkta tillögu, aðgerðaáætlun og við lögðum þessar tillögur strax fyrir fund sem vorum boðin á hjá velferðar- og atvinnumálanefnd núna bara, þetta var bara held í vikun eftir Kveik. Það var svona einhver sprenging í samfélaginu, nú er það að gera eitthvað. Síðan hefur kannski ekki mikið frest en ég lifi í vonni. En allavega við fórum strax í það að vinna einhvers konar aðgerðaáætlun. Ég ætla bara að leyfa ykkur aðeins að sjá þessa punkta. En það er fyrst og fremst að fræðsla og upplýsingamiðlun til útlendinga á vinnumarkaði og það sem ég er svona
svolítið að hugsa og leita eftir hvar fyrsti snertiflötur á fólki sem að koma á íslenskan vinnumarkað. Við erum svona aðeins að leita því að ég hitti hérna ræðismann áðan og ég er búin að hitta pólska ræðismanninn og mér langar einmitt að leita til fleiri að hvar væri best að láta þessar upplýsingar liggja. Við höfum verið aðeins að velta fyrir okkur þessum hlutum. En punktur númer 2, mjög áreiðandi, samræma og þétta samstarf og vinnustaðaeftirlitið allt land. Og þarna erum við að tala þessar stjórnsýslustofnanir, vinnumálastofnanir, vinnueftirlitið, ríkisskattstjóra, sveitarfélögin, heilbrigðisnefndirnar, lögregluna og verkalýðshreyfingin náttúrulega eins og hún leggur sig. Þetta þarf að vera einhvers konar miðlægt, það þarf að vera samhæft. Við þurfum alla að vinna eftir og inn í sömu pípurnar, þannig að það sé hægt að grípa einstaklinga sem að lenda í þessari brotastarfsemi og vita nákvæmlega hvað við erum að gera og hvernig hlutirnir þróast áfram. Ég er ekkert að fara dýpra ofan í þetta, ég vil bara að þið vita að við erum komin á fullt, en hérna númer 3, að tryggja einstaklingum stuðning og skjól, þetta er rosalega mikilvægt. Sá allir kveik? Okay. Ég tala þennan einstakling af því að hann er orðinn opinber og hann gefur alveg leyfi á það. Þetta er að gerast í mars, apríl og hann kemur fram. Hann er enn að koma til mín og leita ráða því hann treystir á að ég geti eitthvað gert í málum. Núna er október. Það er tiltölulega nýbúið að yfirheyra hann og taka skýrslur af honum og atvinnurekandanum hans. Það eru svona 3 vikur síðan að félagsþjónustan í Reykjavík kom að málum. Hann er enn að díla við peningaleysi, það er verið að hóta honum, það er búið að meiða hann. Og einhvern veginn, hann hefur ekkert almennilega skjól ennþá. Ég veit ekki alveg, hvernig við tæklum þetta áfram. Já. Sæl, Hjördís heiti ég og kem frá Hjálpræðishernum. Já, sæl. Og ég er akkurat búin að vera á ráðstefnu í Evrópu meðal svona talsmanna Hjálpræðishersins gegn mansali í hverju Evrópulandi. Okay. Og ég hef það hlutverk hér, við erum svona rétt að stíga okkar fyrstu skref. Og það var einmitt verið að ræða það, hvort að vegna sem Hjálpræðisherinn til dæmis rekur svona heimili fyrir fórnarlömb mansals, til dæmis bara í Noregi þar sem við vinnum mjög undir í rauninni. Já. Og þannig að það er alveg mjög einföld lausn til í þessu. Gott að vita. En við þurfum kannski bara að tala saman. Endilega. Þannig að en þú veist, það er einmitt, var verið að ræða það og ég deildi til dæmis kveik með fólki í Austur-Evrópu sem þótti mjög athyglisvert að geta notað frá landi eins og Íslandi sem einmitt er svona attraktíft, að geta notað sem forvarnarverkefni í Rúmeníu, Moldavíu og Eistlandi og Litáen voru þau að tala Okay. Og fannst þetta mjög merkilegt og það hjálpaði svo að það var mikið af þessu á ensku. Þannig að við erum kannski komin líka í smá forvarnarstarf með þennan frábæra þátt sem var einmitt Kveikur. Glæsilegt, mikið rosalega er ég glöð að heyra þetta. En þið megi ekki taka þessa stjórnsýslustofnun sé eitthvað harðbrjósta. Það er yndislegt fólk að vinna þar, allir með hjarta á réttan stað. Það vantar farveginn. Rauði krossinn er líka tilbúin að hjálpa, en ég vil að stjórnsýslustofnunar og ríkið séu aðilinn sem er í rauninni með þessar reglur á hreinu. Við öll sem erum með hjarta á réttan stað, við vinnum svo áfram. En við þurfum að tala saman, gott að vita þér. Vorum ekki búin að fara, úrbætur á lögum og regluverki, það sem ég var að minnast á áðan. Og einmitt að efla þetta fjölþjóðlega samstarf. Ég hef verið einmitt í bara mjög góðu samstarfi við hann Karl Steinar Valsson sem er tiltölulega nýkominn til landsins aftur. Og ég held að við erum að púsla okkur saman. Ég held að í rauninni kannski hafi svolítið strandað á því að fólk var bara ekki hreinlega að trúa því að þetta viðgengst á Íslandi, á okkar Íslandi.
Og oft ég var að segja frá, þú veist, ertu að meina að þetta sé á Íslandi? Og ég er svona að vona að þetta sé að kveikja í fólki og við þurfum að bregðast við. En að öðru leyti bara segi sterkari saman. Og þetta er vefur sem er í minni umsjá, heitir Ekkert svindl. Inn á honum er ábendingarhnappur. Ef að þið talið við ykkar fólk, að þar er ábendingarhnappur sem er hægt að vera bæði nafnlaust og með nafni ef vantar aðstoð. Og svo bara alltaf að leita til okkar í ASÍ ef ykkur vantar fræðslu eða kynningar. Að öðru leyti þakka ég kærlega fyrir gott hljóð. Okay, so I will open the discussion right now. Yep. The presentation is over, but we all got a lot of questions right now, I think, and we can just discuss the cases that will appear in here. We've got 3 voices right now, and please raise your hand to pass the mic. Takk fyrir, Hallfríður heiti ég, Þórarinsdóttir hefur verið einmitt að, ég ætla að byrja á því að þakka þér fyrir alveg frábært erindi, María Lóa. Þetta var ofsalega flott hjá þér og upplýsandi eins og þetta eru hræðilegar fréttir. En ég er búin að vera að kafa í þessu þannig, en mér finnst það alltaf jafn hræðilegt þegar ég heyri þetta og þú sagðir einmitt frá mörgum atriðum sem mér var aldrei svo ókunnugt En það sem mér langar að spyrja þig að, lítur að nú er þetta búið að viðgangast í mörg ár og Einn réttur ekkert svindl kom fyrst fram 2005 og svo kom hrun og svo kom kreppa og rari og svo byrjar þetta aftur og það er hérna fullt af stjórnsýslustofnunum og ég er búin að ég er búin að heyra þetta hjá mjög mörgum stéttarfélagsfulltrúum að þeir sko harma það að stjórnsýslustofnanir beita sér ekki sem skyldi. Þeir nýta sér ekki einu sinni það sko svigrúm sem þeir hafa og nefna, ég ætla bara að vera umbúðalaus hérna, Vinnumálastofnun til dæmis hefur að mér skilst lagalegt umboð til að loka hreinlega fyrirtækjum sem verða uppvís af refsiverðri starfsemi en stofnunin hefur ekki séð ástæðu til þess að nýta sér þetta svigrúm. Og ég velti líka fyrir mér á hverra höndum eru refsingar ef það eru ekki þessar stjórnsýslustofnanir og geta þessir menn eins og dæmin sanna, Hótel Adam, endalaust dæmi vinnuveitendur sem níðast á starfsfólki sínu og það er vita, það kemst upp, lögreglan kemst í máli og þeir eru bara stikkfrí. Það var til dæmis í Adam, ég fannst það mjög athyglisvert að heilbrigðiseftirlitið þegar hann hafði orðið uppvís af því að láta starfsmenn tappa kranavatn á flöskur og selja það á uppsprengdu verði og það var uppvíst, þá sagði heilbrigðiseftirlitið, hann viðurkenndi mistök sín þannig við létum hann fara. Og ég sagði mig, nú er bara fyrir mig að fara og stela í búð og segja, ok, ég skal viðurkenna, ég stal öllum þessum fatnaði hérna og þá slepp ég við refsingu. Þannig mér langar að heyra hvað segir þið eða þú sem fulltrúinn þarna, sko gagnvart þessu sinnuleysi, af hverju stafar það? Hvern er verið að vernda? Það er góð spurning. Ég hef oft velt henni fyrir mér. Hvar stoppar þetta? Við erum mjög alvarlega að kalla núna eftir beitingu einhverja refsinga. Að því eins og við segjum, sko, á hverju á ekki að refsa fyrir launaþjófnað eins og þegar þú ferð og stelur út í búð. Ég meina, við viljum bara fá sektarákvæði, við viljum fá lokunarákvæði og það er alveg spurning fangelsunarákvæði en ég held í sjálfu sér það verða alltaf að vera stjórnsýslustofnanir sem fá þetta vald. Ég held að stéttarfélögin geta aldrei kallað eftir því en að það sé hlustað á okkur og það sé tekið alvarlega mark á þessum brotum sem við erum að dæla inn til þeirra. Því ég segi dæla, þetta er daglegt sem kemur inn á borðið á okkur. Fjöldimála. Tryggvi, manstu hvað Efling til dæmis að taka mörg mál síðast láður eða þið Sólveig? Í heildina í launakröfum? Já, bara í launakröfum sko. Já. Já, og þú veist, þannig rauninni sko,
Mín von er svo að þessi nefnd sem að ráðherra er að kalla saman, að við náum einhverju lendingu þar varðandi refsiákvæði, varðandi það að stöðva svona. Það er annað sem hefur komið mjög sterkt fram og er bara mjög alvarlegt. Það er kennitöluflakkið. Þessir aðilar geta bara lokað, opnað nýri kennitölu, jafnvel með sama starfsfólkið og það er bara ekkert sagt við því. Hvar stoppa þessi lög sem ASÍ er búið að kalla eftir ítrekað stöðvun kennitöluflakks? Það stoppar alltaf einhvers staðar. Fyrirgefðu. Ég var sko ekki í gær. Já. Varðandi kennitöluflakkið á síðan 2010 það hafa 4 frumvörp lögð fram stöðvun á kennitöluflakki. Ráðherra í þar síðustu ríkisstjórn, Ragnheiður Elín Árnadóttir, ráðherra ferðamála, sagðist til að stoppa þetta en hún sagði að það var ekki hægt að gera þetta svona vegna þess að það myndi koma í veg fyrir nýsköpun í atvinnulífinu og stoppa menn. Þú veist, það myndi hætta við það því þið þurftu að fá að fara á hausinn. En það var einhver framsóknarráðherra eða miðflokkur Þorsteinn Sæmundsson sem lagði fram svona frumvarp í miðjan september. Nei, við erum að eins og ASÍ samþykkti í gær, það er bara krafa okkar að það verði tekið á þessum málum. Þannig að nú höfum við í rauninni svolítið sterkara tæki til þess að takast á við þetta og við förum á fullum þunga því að þetta er ekki hægt að líða þetta. Fleiri? We've got 2 questions in here and third. Okay. Ásgeir heiti ég, þakka fyrir gott erindi. Takk sem þess. Með öllu því sem á undan er komið, hvað teljið þið að lágmarkslaun sé? Já, á bili 50, 100, það má vera einhver variasjónsvegna. Ertu að meina þá við erlenda starfsmenn? Nú er ég kannski ekki alveg besta manneskjan til að svara því en mér finnst sko að mjög mikið af þessum málum sem kom inn að það sé kringum 200.000 en af þeim, nota bene, er dregin húsaleiga. Það er dregið af því umsýslugjald, það er dregið af því líkamsræktarkort sem þú notar aldrei. Það er endalaust dregið af fólki, þannig að það er bara að fá svo lítið í vasann. Það er vandamálið. Okay, so like from the perspective of the union, like from the cases I know, I just can say that like to prevent those activities of employers, we also have to have a knowledge what is really happening in the workplace. So like the biggest problem I experienced around like during the working and my research in the union, it's just we don't have any evidence. Yeah. Like check-in, check-out hours of the people. Like we cannot compare pay slips with like real hours working. Yeah. So I would just recommend like from here that like we also like doesn't matter how much we are like on the good terms with our employer, we have to write everything down. Yeah. And the worker's diary is a legal evidence. And our check-in, check-out hours, if it's just a note on a piece of paper, this is an evidence. So Yeah. I would just tell these things, and I'm passing to the other question. Hæ og takk. Nú er ég búin að vera svo heppin, ég held þetta sé hvað í þriðaskipti sem ég fæ að heyra þig halda erindi og ég er bara ótrúlega glöð og ég er svo ánægð bara með það hvað þú bara ferð vel yfir þetta og kemur svo ótrúlega einhvern veginn vel til okkar, þannig að maður bara getur ekki annað en hlusta, þannig að takk kærlega fyrir það. Við vorum að ræða núna á þinginu hvort það væri ekki bara mjög tímabært að hreyfingin hefði svona, hvað segir maður, forgöngu það að fara bara svona að neyma og seima, að vera bara með lista, bara opinberan svartan lista þar sem að þeir atvinnureikendur sem að hegða sér verst og eru bara svona hinir svokallaðu síbrotamenn á íslenskum atvinnumarkaði, fólk sem að bara ber nákvæmlega enga virðingu fyrir því að það er vinnuaflið lifandi manneskjur sem á skilið að njóta þess, hvort það væri ekki bara einmitt mjög tímabært að ganga bara skrefinu lengra og hætta að einhvern veginn
hætta að kóa með þeim og hætta einmitt að leyfa þeim svona að fara sínu fram einhvern veginn bak við tjöldin vegna þess að fólki sem verið að brjóta á eru einmitt mest svona marginaliseraðasta og viðkvæmasta fólki í samfélaginu og svo einmitt, ég meina þau tilfelli sem að þó koma inn eins og á borð hjá þér og inn til stéttarfélagana er eins og þú sagðir, þetta er bara toppurinn á ísjakanum og við hljótum öll að viðurkenna það. Finnst þér þetta tímabært? Sko, þegar ég byrjaði að vinna hjá ASÍ þá fór ég fljótlega og spurði er ekki í lagi að við þurfum að láta fréttamenn vita af svona skítafyrirtækjum og ég fekk já, bara nánast strax. Þess vegna fórum við út í Kveik meðal annars og við höfum verið að birta fréttir af þessum alls konar brotum. Við höfum einmitt aðeins minnst á þetta, hvort við ættum ekki bara að vera með svona svartlista. Ég segi bara já, við eigum ekkert að þegja yfir þessu. Hins vegar þurfum við að passa okkur. Við megum náttúrulega ekki svartlista fyrirtæki bara út af einhverjum grunnsendum. Við þurfum að hafa rökfærslur og bara einhver alvöru gögn. Málið er að vandi stéttarfélaganna liggur svolítið í því að við megum ekki fara af stað sjálf að rannsaka og gera eitt og annað. Starfsmaðurinn þarf að koma og óska eftir því. Og ég velti fyrir mér, þarf ekki eitthvað að breyta þá bara hreinlega í lögum stéttarfélaganna. Til þess að ef við eftirlitsfulltrúarnir í samráði við formenn og annað sjáum að þarna er eitthvað alvarlegt í gangi, að við getum þá bara farið og kallað eftir miklu meira efni heldur en við gerum í dag. Í dag er þetta þannig að starfsmaður þarf að óska eftir aðstoð. Þannig að við þurfum eitthvað að skoða þetta líka. Góðan daginn, Íris heiti ég. Ég er sérfræðingur á RMF, rannsóknarmiðstöð ferðamála, og er að gera litla rannsókn á vinnu aðstæðum erlends starfsfólk í ferðaþjónustu og ég heyrði í viðtölum mínum við verkalýðsfélögin í sumar, já, eftir að heita þig, en þar var oft talað þetta verkefni í lagi, hvort að það, ég veit að það bjargar ekki öllu, en hvort að það geti ekki verið einhvers konar vopn í baráttunni, að þau fyrirtæki sem vilja standa sig vel og ekki vera undir þessar umræðu, hafi þá tækifæri til þess og fá verkalýðsfélögin inn til sín til þess að taka út starfsemina og fá þessa vottun fyrir, hvort að það væri eitthvað og hvernig þá verkalýðshreyfingin líti á svoleiðis vottanir. Sko, ég vildi svo gjarnan geta sagt að ég væri rosalega fylgjandi þessu og það væri frábært ef það væri hægt. Málið er hins að við fórum á stað í samstarfi við vottunarfyrirtæki eða semst Vakin, ef þið hafa heyrt hann. Við vorum að fá inn á borð hjá okkur semst umsóknir frá fyrirtækjum sem stéttarfélögin voru með í skoðun. Málið var, við mættum rosalega andstöðu við það að fá okkur gögn. Við vildum fá sér ráðningarsamninga, launasæla, tímaskriftir til þess að við gætum sannarlega sagt þetta er í lagi frá okkar hendi. Þarna lendum við í mikilli fyrirstöðu sem var til þess að við gátum ekki sagt já. Við getum ekki hvítþvegið fyrirtækinu að sjá okkur gögn. Þar af leiðandi endaði með því að við slitum þessu samstarfi bara núna í haust. Við Vakan. Þess að bara ef það er ekki hægt að útvega okkur þessi gögn, þá mun þetta samstarf ekki ganga. Þetta var bara krafa okkar að fá að sjá viðeigandi gögn. Ef því var neitað, þá spyr maður sig, er það eitthvað að vera að fela? Við vildum ekki eiga hægt að við værum búin að gefa okkar stimpil. Þetta er náttúrulega gríðarlegt markaðstæki. Ferðaþjónustuaðilar mun náttúrulega auglýsa sig með einhvers konar Vaka-stimpli eða hvað sem stimpillinn heitir. Hvernig ætlum við að halda áfram eftirlitinu? Við höfum þurft að fá heimildir til þess að fá að fara inn í launabókhaldið þeirra og tékka, er þeir ennþá að standa sig? Og ef þeir ekki standa sig, hvernig tökum við þá merkið tilbaka? Þetta er svolítið flókið, en svo sannarlega vildi að við gætum svona verðlaunað einmitt fyrirmyndafyrirtæki. Og ég frekar líka inn á því að það er
að mínu mati ennþá skemmtilegri hvati að geta verðlaunað flott fyrirtæki. Það til erlendisvottorðir Já. þannig að það gert annars staðar, þannig að ég hef heyrt þessa leið sem þú segir, ég hef heyrt hina leiðina, en ég skil ekki tregðuna. Nú fordæmt til annars staðar að verkefnishreyfingin fái að koma inn og taka út starfsemi. Vottorðir í Írlandi, það fer hótels, svo til eitthvað í Svíþjóð, ég man nú ekki hvað það heitir, og í Danmörku, þannig að þessi fyrirmyndir eru til. Það er spurning hvort að stjórnsýslan enn og aftur er þröskuldurinn okkar. Ég spyr. Ég held að við þurfum líka að tala saman. Mér langar bara aðeins að fá að kommenta á þetta. Ég held að það sé mjög svona varhugavert fyrir hreyfinguna að verða eitthvað svona vottunarapparat fyrir sko atvinnurekendur vegna þess að náttúrulega við búum á litlu landi þar sem það eru oft bara alls konar cross-tengingar hingað og þangað, þannig að þá þyrfti einhver að hafa eftirlit með því. Svo bara vitum við að í svona rekstri þá þarf ekkert að gerast nema það sé skipt einhverja yfirmenn, þá getur bara stefnan breyst á örskamri stundu gagnvart starfsfólkinu, hvernig einmitt ættum við, hvernig ætti hreyfingin að geta einmitt fylgst með öllu þessu. Fyrirtækja rekstur á Íslandi er mjög svona ört og kvikt umhverfi og bara svo síðast en ekki síst í þessu dæmi þá bara svona hugmyndafræðilega fyrir hreyfinguna held ég að sé mjög varhugavert að vera eitthvað að fara í þetta hlutverk gagnvart atvinnulífinu. Þetta miklu frekar ef við viljum einmitt hafa eitthvað svona, þannig að við séum einhvern veginn að hvetja neytendur, túrista og aðra einhvern veginn til þess að beina viðskiptum sínum til eins fyrirtækis frekar en annars, þá hlýtur það bara að vera þá verkefni fyrir hið opinbera eins og önnur slík verkefni, bara eins og annað eftirlit með bara matvælaframleiðslu og svo framvegis. Ég held alveg tvímælalaust að þetta sé ekki neitt sem að hreyfingin ætti að axla neina ábyrgð á. Hreyfingin á einmitt miklu frekar að beita sér bara fyrir því að setja kröfu auki eftirlit og vera til staðar fyrir þolendurna og aðstoða sína bara félagsmenn þegar þeir lenda í klónum á svona forhertu fólki. Já. Þetta er allavega gríðarlega flókið og ég er ekki alveg búin að sjá endanlega lausn hvernig við getum tekið á þessu. Eru fleiri? Yeah, connected to that, I absolutely agree with that, and I think that, sorry, my name is Max, that I think any kind of certification should be linked to the ability to call a boycott or some kind of moratorium on the companies that explicitly fail to meet certification, otherwise it's not worth its value. Okay. If we don't have any more questions, we'll be finishing slowly, and coffee and cake is waiting for us. And I will encourage you to talk more about those topics, and also if you wanted to take a part in like workers' motivation and also to spreading the word and spreading the information about the labor law, please be in contact with me, with Max. We are working on like new structures of the union, how to make everything works better. So thank you so much. Thank you for the meeting. Thank you, Maria Loa, for the presentation, and yeah, see you soon. See you at the next meeting of Efling in Göteborg. Tack. Tack för mig.